Góðan daginn og velkomin í 15. þáttinn minn hérna á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Í dag er þriðjudagurinn 23. janúar 2018. Klukkan er rétt 10 morgun og aðeins fara að birta úti og alltaf jafn mikið vesen með lýsingu inni á þessum ástíma, en við látum okkur bara hafa það. Ég bjóða alla nýja velkomna. Ég skildi eiginlega ekki alveg hvað var í gangi hérna helgina á sunnudaginn. Þá hrundu svoleiðis inn nýjir áskrifendur og ég bara var ekki að ná hvaðan það kom og svo fyrir tilviljun þá rek ég augun í status frá Rósu nokkuri áhorfenda inn á Handóðum prjónara, þar sem hún var að vísa á þessi vídeoblogg hjá mér og Guðlaugu í þráðum og bara gaman að því og bara hjartanlega velkomin og bara æðislegt, the more the merrier. Það er bara fyrir þá sem að hafa áhuga á að hlusta á mig blaðra það sem ég er að gera og daginn og veginn og svo í sambandi við handavinnuna mína og okkar. Ég set hérna bara á skjáinn eins og venjulega hvar mig er að finna á netinu og líka niðri í upplýsingaboxi fyrir neðan vídeóið og svo bara, já, endilega að gerast áskrifandi og ef það er einhver að horfa á sem hefur ekki gert það, þá er rauður hnappur fyrir neðan sem stendur á að gerast áskrifandi og ef þú smellir á hann þá sérðu alltaf þegar ég hliði nýjum vídeóum og en ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði með þetta. Ég ætla að fara yfir klárinn. Ég reyndar er ekki með það en já, ég ætla samt að tala um það. Og svo verkin í vinnslu og samprjónin og hvað datt í pokan og þetta verður svona kannski, ég segi þetta alltaf, þetta verður kannski styttra eða léttara eða eitthvað eins og endar þetta alltaf í einhverjum klukktíma. En við sjáum hvað setur. Fyrsta er þá klárinn og það er ljósmóðurteppið sem ég var það bil hálfnu með í síðustu viku og það var teppið númer 2 sem ég er að gera fyrir vinkonu mína af 3 og og eins og ég hef tönglast á áður og þá finnst mér ekki brjálæðislega gaman að gera sömu uppskriftina tvisvar, þannig að ég breyti aðeins og það er alveg nóg fyrir mig að breyta bara heklunála stærðina og núna fór ég til dæmis upp 0,5 millimeter, fór sérst úr 3,5 upp í 4 millimetra heklunál og fyrir vikinn gerði ég færri dálka af endurtekningunum. Ég gerði 9 á breiddina og 11 minni mig á hæðina og svo bara svona nettan kant í kring og meðan á fyrsta teppinu sem var með minni nál þá var það 10x18 minnum við dálkarnir, eitthvað svoleiðis. En bara svipað þungt, þannig að þetta er alveg sambarilegt og auðvitað var það náttúrulega fljótlegra að gera þetta með svona stóri nál. Þannig að ég á bara eftir að setja í 3. teppi en það liggur ekki eins og því að það barn er ekki væntanlegt fyrir í apríl en fyrsta barnið er sem sagt komið. Og ekki ólíklegt að amman sé búin að fara með það og afhenda krílinu það. Og það var sérst eina klárið hjá mér. Svo verkin í vinnslu, þetta vefur alltaf upp á sem þegar ég var að tala í síðasta þetta var ég að sýna ykkur fullt af sokkauppskriftum sem ég ætlaði að fara að gera núna á næstunni og ég byrjuð á einu parinu en það sem ég gerði hins vegar á meðan að þetta vídeó var að hlaðast upp og þetta tekur svona alveg 1,5 tíma þetta ferli að frá því ég er búin að taka upp og þangað til að þetta birtist á YouTube ef ég fer beint í það. Að þá tók ég til sem gagn og
prjóna í flestallar uppskriftirnar sem ég sýndi ykkur og byrjaði á einu sokkaparinu og það er þetta hérna Rhinebeck is Calling Socks eftir Kay Lipton sem er The Crazy Sock Lady hérna á YouTube og þetta er uppskrift sem ég vann í svona samprjóni, rosalega skemmtileg og ég á alveg haug af handlitu gatni eftir sjálfa mig og er svolítið að nota það í þetta og þetta er bara 75% merino og 25% nælon svona með ekkert ofháum snúningi en alveg bara eðal í sokka og hérna og já, og þetta er bara svona pent munstur að framan hérna smá svona gata og svo er pínu áferð hérna með sem er gerð bara með hérna brugnum lykkjum en ég ætla nú ekki að tala eitthvað um það þetta nú kostar þessi uppskrift á Ravelli og svo ákvað ég að gera svona típiskan, ég veit ekki hvað hann kallast á íslensku, hvort það sé bara haldurhæll en í uppskriftinni kallast þetta heel flap and gusset. Já, hvað prófa bara að gera það þannig að ég er búin að gera og ég er að gera það báða í einu þannig að þeir eru komnir jafnlangt og þetta eru að hæja sjarprjónarnir mínir 2,25 mm 80 cm langir og mér finnst það eru svona uppáhalds sokkaprjónarnir mínir so far allavega já, þannig að ég gerir nú ekki ráð fyrir öðru en að ég verið búið með þetta fljótlega. Þetta er svo 4 umferða endurtekning og þegar maður er búin að læra nautana þá gengur þetta ótrúlega hratt og maður er alltaf að gera aðeins meira. Og ég hef það fyrir reglu þegar ég er að gera svona munstraða sokka að ef ég mögulega kem því við þá hætti ég alltaf eftir síðustu umferðina og maður byrjar að endurtaka svo aftur. Bara ef að ég skildi leggja þetta frá mér í eitthvað lengri tíma þá þarf ég ekkert að hugsa mikið um það og ef að ég leggja þetta frá mér eitthvað staðar annars staðar þá haka ég venjulega við þá línu á uppskriftinni bara þú veist þess að spara mér tíman í að finna út hvar ég er og kaffi hérna, skál í kaffi. Þannig að það var nú þetta. Síðan fytja ég líka upp á einu svona sjónvarssokkum. Það er alveg ómunstrað, það er bara gatt sem að munstra sig sjálft og þetta er nú búið að vera hérna í þessari sætu tösku síðan í sumar en ég ætla að gera þessa sokka á manni minn en ég er allavega að byrja núna og þetta er rosa fínt svona þegar maður er að horfa á sjónvarpi sérstaklega ef ég er að horfa á skandinavíska þætti þá verð ég að horfa og ég skil það ekki nógu vel til þess að geta verið að líta niður og hérna ég þarf að horfa á textan og þetta er hérna Perfect eftir Arne og Carlos og þetta munstrar sig svona sjálft og þetta er bara kallað 090 þessi litur og inn í þessu er alveg hvernig hérna þú byrjar og svoleiðis. Maður á náttúrulega að byrja að ofan en ég snýði bara við og byrja á tanni og mér finnst það bara, sérstaklega þegar ég er að gera aðra þá finnst mér það svo rosalega þægilegt upp á lengdina á sokkunum og ég ákvað að setja svona brugna umferð hérna því það er á búðakeyptu sokkunum þá er alltaf svona skil þar sem að táin byrjar þannig að ég ákvað að smetla í svoleiðis og já, kalla minni með langa tær og þetta er líka á hæja sjarp 2,25. Ég vil hafa svolítið þétt efnið af því að það bara endist betur og svo til þess að sýna ykkur þá sleit ég þetta hérna frá. Þetta er það sem hefði átt að halda áfram að vera tá en ég hætti bara það sem að táin endaði og sleit frá og byrjaði bara með aðallitnum og þá á ég þetta eða þegar ég kemur hælnum ef mér skildi vanta meira því ég er að hugsa að gera svona haldurhæl á hann af því hann er með háa reist og þá eru þeir rosalega góðir í það og þá er gott að eiga svona auka blátt af því maður vill hafa hælinn alveg bara þú veist, hann á ekki að taka neitt af þessu græna munstri þannig að hérna
ég ætla að sjá hvort að það gengur upp. Ef það verður eitthvað halló, þá bara reki það upp og reka aðeins upp pínlítið niður fótinn og eik bara út þær 3 lykkjur yfir ristinni sem ég myndi svo prjóna aftur úr þegar ég var komin upp fyrir hælinn svo hann myndi ekki poka yfir ökklan á honum að hann með granna ökkla í þokkabót svona. Ekki eins heppilegan sokkaprjónsfót eins og ég með. Ég bara byrja með 64 lykkjur, prjóna, geri þennan fislipskiss híl eða svona stittan umferðarhæl sem svona bara eins og í þessum búðakeftu sokkum og bara held áfram með svo mínar 64 lykkjur sem það bara ógeðslega þægilegt náttúrulega. Nú, síðan ég með, jú, ég ætla að sýna ykkur, þó ég hafi sagt það síðast að ég ætla ekki endilega að sýna ykkur þetta fyrir þetta verið tilbúið. En þetta nú bara, flúturinn, drefillinn úr Lólagatnin úr Ramimúsa. Þetta alveg að gerast. Já, kannski svona 50 grömm eftir af 200 grömmunum. Og þetta Lóla. Og þetta eru svona 4 þræðir saman. Þannig maður að passa svolítið upp á að prjóna í það alla. En þetta verður nú vonandi fljótlega búið. Nú, krumpa. Svo hún Guðlaug í þráðum. Hún með ætlar að vera með samprjón. Og búin að stofna hópinn á Ravelli undir þræðir, farið bara í groups og sláið inn þræðir. Þá held ég að hún komi bara upp. Ég held ég að gert það bara þannig. Og ég ætlaði nú bara að fylgja þessu samprjónu með þannig að ég ætlaði bara svona að því ég ætlaði ekki að gera þessu peysu, þannig að ég ætlaði bara að fá svona hvatninguna sem kemur út úr þessu að vera að gera eitthvað svona saman og gera aðra meira kaðlaða peysu. En svo fór ég bara að skoða Lily Cardigan og þetta bara óbúslega falleg og létt peysa, sko, svona að því hún svona fínu gatni. Þá þetta bara æðislega svona sumarleg peysa og ég með forsíðuna. Og það svona kaðlar á bakinu og svo rennur þessi líka hér fyrir framan og hún mjög opin. Það ekki ætlast til þess að maður sé að taka hana saman eða hneppin eða eitthvað svoleiðis. Maður gæti sjálfsagt gert það en þannig uppskriftin ekki. Það gert ráð fyrir að hún sé svona opin eins og myndin af henni sýnir. Hún Amy sem hönnurinn og hún sérst þetta heitir Lily Cardigan og hún heitir Amy Self Lindland og hún með líka podcast sem heitir Amy's Little Kingdom og ég aðeins búin að kíkja á það og hún bara mjög skemmtileg. Nú, ég gat ekkert beðið eftir að samprjóni byrjaði, þú veist, og einhverju fleiri eru líka byrjaðar. Þetta ég fekk mér einrúm í verkið. Það sami grófleiki og gefin upp í uppskriftinni. Það þetta fingering sem talað það, eða sokkaprjóns grófleikan. Og einrúm náttúrulega eins og margar eitthvað vitið. Þetta 80% íslensk ull og 20% Mulberry Thai silki. Og þetta framleitt á Ístex fyrir einrúm.com. Og í 50 grömmum 208 metrar og í svona 100 gramma hespu af sokkagatni yfirleitt 400 metrar. Þannig að þetta passar ágætlega og ég ger prjónafestupröfu og í uppskriftinni gefið upp 4 mm fyrir aðalhlutan. En ég þurfti að fara niður nálastæri sem mjög óvenjulegt fyrir mig að því ég prjóna venjulega fast. Ég hefði haldið að ég þurfti að fara upp. En ég held að sé út af silkinu. Það hegða sér allt öðruvísi heldur en ef það væri ekki silki í því. En ég sérst búin að gera nokkrar endurtekningar af köðlunum. Ekki hversu vel það sést.
En þið sjáu að það alveg gisið efni, þannig að þetta alls ekki, það hefur bara ekki verið fallegt að vera í 4 mm. Þetta ávist svona, þetta sem sagt aftan á bakinu sem ég byrjuð. Og þetta bara, og þetta rosalega vel skrifað upp hjá honum. Hún leiði mann alveg hérna í gegnum fyrsta, sem sagt, hérna, fyrstu stóra kaðalinn. Hún leiði það alveg í gegnum þetta hérna, fyrsta partina þessu og náttúrulega allar útaukningarnar og allt þetta. Afsakið, leiðir ykkur alveg í gegnum það skriflega og síðan færðu bara formúlu eftir það hvernig framhaldinu háttað. Og þegar maður kom með úteikningarnar inn í hausinn og passa sig bara að færa í hverju umferð, hérna, ég með þetta á svona segulspjaldi, þar sem ég færi bæði, þetta er 2 myndir, 2 myndir, mynd 1 og mynd 2 og maður þarf alltaf að færa á báðum segulinn til þess að fylgja línunum eftir og þetta er komið það ágætlega inn í hausinn á mér að ég geta í það minnsta hlustað á það sem er að gerast í kringum mig. Þannig að hérna, já, ég hlakka bara til að halda áfram með þetta, sjá hvernig þetta kemur út. Og líka, það er svona peysa prjónuð niður í Galleri Snotru úr einrúm og þegar það er búið að þvo hana og leggja hana til svoleiðis, þá er efnið alveg truflað í þessu. Þannig að ég er búin að vera alveg síðan að þetta kom niður í búð, búin að vera alveglega að spá í að gera eitthvað. Ég hef gert eina húfu úr þessu og hérna, mér finnst rosa skrítið að prjóna úr þessu því að silki það tekur svolítið svona í en hérna, en það er eitthvað sem venst bara og ég hlakka til að sjá hvernig þetta kemur út sem flík hjá mér. Og ég er að gera stærstu stærðina, einfaldlega af því að ég held að með því að hafa farið niður prjónastærða þá hérna, er ég með aðeins öðru þessi prjónafestuna en með líka betur við efnið, þannig að ég ákvað að fara bara niður þá stærð og ég get þá alltaf gert erma opið víðara til þess að passa undir þessar byssur og hérna, og svo prjónum maður þetta bara eins langt niður og maður vill og svo í rauninni skiptir ekki öllu hérna á framan af því hún er ekkert hneft, en maður getur þá alltaf gert bara breiðari lista hérna til þess að bæta upp fyrir það, en það er bara eitthvað sem að vinnst þegar að fram í sækir. Og ég bara mæli með því ef þið eru spennt fyrir því að prófa að prjóna þessu uppskrift og hafa kannski ekki farið eftir enskri uppskrift með svona pínu flóknari hlutum, að það er alveg kjörið að taka þátt svona samprjóna því að það er svo rosalega auðvelt að hjálpast að ef það eru komna margar og þú veist, leiða hvora aðra í gegnum þetta eða hvort annað. Þetta vel verið að segja ykkur kallar að fara að geta líka. Og hérna, já, þannig að, og það er bara skemmtilegur andi sem að myndast í svona dæmi. Nú, svo sagði ég ykkur líka að ég hafi keypt mér hérna 2 eftir Stephen West til þess að vinna á afgöngunum og ég er alveg búin að vera óð yfir hérna Mald Magic og það sem ég gerði, þess að hérna fínu töðru frá mamma mín gerði fyrir mörgum árum og hérna ég bara setti alls konar afganga og gaf hérna mohair og Babydale og hérna og ég meiri sem með Birno DK eða aðeins grófara en svona sokkaband frá Hedgehog Fibers. Ég notaði það í þetta og ég er að nota þetta sem að núna sem ég var með í Swag peysunni og er með svona mohair þráð með því og hérna og ég bara leik mér alveg, ég er bara alveg þú veist ekkert að ofhugsa þetta neitt og það sést alveg. En þetta er ótrúlega gaman og þessi þegar ég var að skoða þetta og myndi þetta mér svolítið á flugdreka.
og ég er meira sem búin að prófa að gera það, var semst að ljúka þessu með því að gera svona fasta rétti og ég er búin að gera hana en ég ætla samt að reykja hana upp að það eru fleiri þræðir fyrir aftan sem maður þarf að blandast í leikinn og þetta er náttúrulega frábær aðferð til þess að losna við að ganga frá endum. Og það er gataprjón og perluprjón og bríos og ég veit ekki hvað. Þetta verður eitthvað sko og ef að ég fíla ekki að ganga með þetta þá er þetta bara fínasta veggpunt og ég er með mun minna af afgangsnyklum fyrir vikið. Og svo er ég búin að vera að vinna pínupons í stóru teppunum mínum en eins og síðast ég sagði ekki nóg til þess að fara að rífa upp hér og nú. Þannig að já það er sem sagt ýmislegt í gangi og ég er búin að taka til eins og ég sagði gatnanálar fyrir fullt af öðrum sokkauppskrutum og hvað heitir þetta? Vertices Unite Sjálfan Stífnvest. Ég ætla bara að nota það alveg sama þar ég átti fullt af Lanet Baby ull og lippa. Þú veist. Æðislegt í ágangana. Þá er pláss fyrir nýtt gatn einhvern tímann. Svo sagði ykkur síðustu viku eða síðustu þætti að ég hafði pantað frá Quiltbúðin á Akureyri svona litlar hespur frá Dr. Dyeworks þar sem eru 3 20 gramma hespur í pakningunni og það kom í lok síðustu viku. Bara æðisleg þjónusta og eins og ég talaði síðast og þegar ég veit alveg að það er ekkert auðvelt að vera að reyna að útskýra liti og svoleiðis ekki með símann en þetta gekk mjög vel af því að hún var með ágætis myndir af þessu dúlleríi og ég fékk mér svona þessu með svona jarðlitum og líka í rauninni þessi. Þetta er allt svona var milt. Svo fékk ég mér eitt svona trilltan með Silver Stellina, silfruðum glitþræði í líka. Og það er svona, já, svo kemur ljós hvað verður. Ég var nefnilega búin að ákveða að þetta vatnesgarnið sem heitir All We Need Is Love ætti að vera grunnurinn í, nú er ég farin að tala um samprjónsjali Quality Street. En mér fannst bara grunnurinn að ég ætla að nota þessa 6 eða 5, það eru 2 sem eru nánast eins. Þessu Og mér fannst það bara að vera of líkt. Þannig að þá fór ég og náði í, nei þetta heitir ekki All We Need Is Love, hann heitir Walnut, þessi bulla bara, þetta heitir alltaf All We Need Is Love. Og þá var þessi kampavín og jarðarber, hann náttúrulega er aðeins betri með þessu. Svo átti ég Opalite Hedgehog Fiber sokkagard sem ég keypti í handprjón í Hafnarfirði. Mér finnst hann kannski pínu ljós. Svo þegar við erum náttúrulega pínu klikk sko í þessu þá get ég alveg, þú veist, bara guð má vita hvað gerist sko. Það er alveg til úr nógu á garni að velja sko. Til dæmis smá og er smá viðbót
þú veist, ég ætla að taka endanlega ákvörðun þetta allt saman þegar ég komið uppskriftina í hendurnar og get svona hort svolítið á myndina og stúdera þetta betur. En þessir hérna tveir koma sterklega til greina sem grunnurinn og þá frekar samt þessi hérna jarðarber eða kampavín og jarðarber. Þannig að við sjáum bara hvað verður. En það var sem sagt einrúm og þessar mínihespur sem að duttu í innkaupapokann og hérna þannig ég bara, já, ég sem sagt komin hérna í 2 samprjón sem að verður þá sjalið og þessi peysa. Nú, svo hérna hún Amy hjá Stranded podcast og Stranded Dyework sem að litaði til dæmis þessa hérna geggjun. Ég sýndi ykkur hérna í einhverjum af fyrstu þáttunum að hún sem sagt náttúrulega sem að kalla svona indie dyer er sjálfstæður litari eins og dóttir Dyeworks og Vatnes. En hún notar sjálf mikið sem sagt fjöldaframleitt garn eins og við hérna á Íslandi höfum mest verið að gera. Þetta handlita náttúrulega frekar nýtt fyrir okkur. En bara, þú veist, geggja hvað þetta að reiða sér til rúms hérna og hún með svona samprjón þar sem að þú setur inn, þú náttúrulega þetta skráði í hópinn hennar á Ravelry sem heitir bara Stranded podcast grúp eða eitthvað svoleiðis og maður hérna velur að join group til þess að geta verið átt möguleika á að vinna hjá henni og þar hún með þessast samprjón fyrir svona fjöldaframleitt garn og ég hef náttúrulega búin að gera þrenn teppi og uglupoka og þetta byrjaði núna í 1. janúar og þetta allt úr drops þannig að þessir 4 hlutir eru komnir í hérna keppninum að vinna eitthvað og hún segir mér að segja sko hún getur alveg verið að nota garn frá henni eða einhverjum öðrum handlitara svo framalega sem það líka fjöldaframleitt garn með. Þannig að þetta mjög auðvelt og það engin lágmarksgrömm eða metrar eða eitthvað eins og stundum af því að þetta verkefni verður að hafa byrjað eftir þennan frá 1. janúar og minnir að sé til loka mars og það verður þá að hafa gerst innan þess tímaramma. Og náttúrulega að setja inn myndirnar af þessu áður en að samprjóninu lýkur. Og svo náttúrulega að það fullt af öðrum samprjónum í gangi en þetta svona það eina sem ég í akkurat núna. Það ekkert annað, ég ekkert tek stundum svona rispur þar sem ég duglega að moka inn því sem ég að gera og það hefur alveg skilað sér. Ég hef unnið tvívegis þrisvar svona hespur af handlitu garni fullt af uppskriftum þannig að það bara gaman og þetta rosalega hvetjandi fyrir mig allavega að taka þátt í þessu. Þetta svona veit manni aðhald og bara búin að kynnast fullt af fólki, búin að kynnast konu frá Þýskalandi sem að í gegnum einmitt podcastgrúpuna hjá Stranded og hún kemur búin að koma í mörg ár á hverju ári til Íslands og ferðast hérna og á ferðabíl hérna og það finna að þar sem að bíllinn geymdur, það af hjónunum sem að við keyptum tjaldvagnin okkar af í Hittifyrra og sýni hvað heiminn lítill og nú þekkjumst við öll og þau að koma þessi þýsku hjón í sumar og við ætlum að hittast og þau að koma með voru að kaupa sér hjólhýsi núna út í Þýskaland sem ætla að flytja hingað
og geyma því að þau koma yfirleitt með norrænu og þannig að svona bara, þú veist, maður er búin að kynnast fólki út um allt og til dæmis í fyrra sumar, fyrir svona tæpa árið, þá hefur samband við með kona frá Kanada sem var að koma til Íslands og þeim langaði svo rosalega að koma upp á Akranes og var að spyrja, þú veist, hvernig leiðin og hvað hægt að gera þar og það var eitthvað, svo sem ég man ekki af hverju þeim langaði sérstaklega, ég held að bara þeim langaði að skoða svona minni bæ en ekki of langt frá Reykjavík af því þau voru að ferðast með strætó. Og við vorum því miður akkurat ekki heima á þessum tíma sem þau komu en ég veit að þau fóru í Vitann og hún fór í Gaddbúðina og þau voru á tjaldstæðinu hjá okkur út á Kalmarsvík sem er bara rétt neðan við götuna hjá mér og fleira og já, maður er bara búin að kynnast, eins og ég segi, mörgum, ekki bara á Íslandi í gegnum þetta heldur líka erlendu fólki sem er bara mjög gaman og þannig að já, fyrir mér er það að taka þátt í svona samprjónum hvatning til þess að klára verkið og svo er kaupbætarinn að náttúrulega maður vinnur eitthvað eða kynnist nýjum frábærum prjónurum og heklurum á móti. Nú er ég búin að blaðra það sem að stóð til að tala og við erum bara rétt í rúmum hálftíma sem við bara alveg mett en ég ætla nú samt bara að segja þetta gott í dag og vera sjálfsagt hér að vikuleiðinni og ég bara óska ykkur góðra og gleðilegrar handavinnuviku og við sjáumst bara í næsta þætti. Takk í dag, bless.